erum við rolling það? Já, herri, við vorum að kveðja Snúllu. Já. En Stefán, hann kemur með gott. Þú keyptir vitlausan kollapandunum. Já, og ég sagði bara, ef honum líkaði þetta ekki, þá bara myndi að spýta því á gólfið. Já, en hann sagði, ég svo kurteist, þannig ég myndi aldrei segja neitt. Þetta eitthvað sem að þú kendir mér og Stellu alveg klárlega. Við vorum alltaf svo sjúklega þakkláttar fyrir allar gjafir sem við fengum. Já. Ég get ennþá, ef að Óli kaupir slæma jólagjöf handa mér eða eitthvað, þá er ég alltaf bara, vá, þetta er æði! Já. Þetta er æðislegt. Já, maður á að vera svolítið. Já. En mér langar að byrja að tala bara núna á miðvikudaginn. Og hvað ertu að gera með Ég er að reyna að koma mér í stellingu. Sparkifætt. Ég er svo slæm með þetta. Ef ég sé ég ekki sparka, þá ger ég það. Nei, á miðvikudaginn var ég að sýna með eldklár mættsóttum Improv Ísland og Stefán var gestur. Já, æðislegt. Og var hann ekki flottur? Hann var geggjaður, ógeðslega fyndinn. Hvaða orð fékkstu, Stefán? Hann var mónologisti hjá Improv Ísland sem þýðir að maður segir sögur úr eigin lífi, sannar sögur úr eigin lífi. Já. Ég fékk airfryer. Airfryer, já, einmitt. Og þú áttvíst eitthvað 40 mínútna bit airfryer. Já, ég á mjög langt bit og sem að hefur verið svona eitt af mínum sterkari, eða var eitt af mínum sterkari á síðastu uppistandstímabili. Ég er að svona setja það í helgansdaginn núna. Já. Meina þú bara fulla ferð á það. Ég er búin að ákveða það. Þú átt airfryer, mamma. Já. En þú kannt ekki á hann. Nei, ég kann ekki á hann. Þú átt svona 2 hólfa? Já. Já, þú ræddir þetta með þetta kvöld. Já, ég fékk hann að gjöf frá Óla frænda. Hann var svo sætur. En Stefán var sjúklega fyndinn og hann þurfti að vera með 2 monologa. Já. Ég hef gert það líka. Mér finnst það sko eiginlega mun erfiðara. Já, mér fannst svo erfitt sko því að þau voru svo fyndin og því að maður á, þú veist, er það ekki rétt sem maður á að koma síðan og maður á að tala settið. Jú. Já, og settið var svo gott að ég fattaði það ekki fyrir en það var bara svona, ég var eitthvað, fuck, þetta er að vera búið, ég þarf að byrja að taka eftir einhverju. Einmitt, já, hvað voru það að gera og hvernig á ég að tengja það við mig? Já, þetta er fyrst sem ég gerir svona 2, þannig að ég hef gert einu svona 2 áður bara 1 og sem fer ég bara að hlækja þetta mikið bara að frábæri spunaleikurum. Akkurat. Þú veist, nú hef ég gert þetta nokkuð sem þú líka verið gestur og þú veist, það er alltaf eitthvað svona þú þarft ekki að vera fyndin en þú veist, svo hefur maður séð eitthvað farað upp og þú veist, það má heyra saumnál þetta og ég bara það er eiginlega hræðilegt. Já, veist, ég nálgast þetta 100% sem uppistandari. Já, en þú sagðir alveg, ég ætla ekki að svindla. Já, það eru grínistar og ég held að við vitum bæði hvern við erum að tala sem að fara bara upp og fá eitthvað bara svona orðið er króna og við komum þetta bara eitthvað króna einmitt. Þetta minnir mig á flugvél. Akkurat. Þú ert bara að svindla. Algjörlega. En það er nú langt síðan að við hefum verið með pod síðast. Já. Því það er bara já, ég þykist vera eitthvað voðalega upptekinn. Já. En sko, það er ég fékk ósk frá æskuvinkonum mínum. Já. Shoutout á Hrafnhildi og Stefaníu. Okay. Þeim fannst og bara eiginlega allir sem að hlustuðu eru búin að tala hvað var ógeðslega gaman að heyra þína túlkun á orðum svona eins og skip it í toilet. Að skipta klósett? Já, þeim fannst útskýringin þín meika svo mikið sens. Já, ég held að þetta var það, en hvað þýtti það? Þetta er bara kjaftaði náttúrulega sko. En þannig ég ætla að byrja bara á að spurja þig að svona nokkrum hlutum sem að fólk eða úlingar minna og svona yngri er að tala um í dag.
Til dæmis þegar maður cooked. Að maður eldaður. Já. Já. Hvað þýðir það? Þýðir það ekki það? Jú, eða þú veist, hvað þýðir, þú veist, þú segir þetta svona, ég er svo cooked. Ég myndi halda að maður veri hassvímu. Nei, Bara hassvímu? já, ég er svo kúk. Eða ég er búin á því, Nei, þú veist, það er að vera í mjög slæmum málum. ég er svo kúk. Já, þú veist, bara, þú ert, Já, hlýtur sá ert sem í að vera algjöru- í einhverju. nei, þetta tengst ekki fíknefnum. Nei, ok. Það þýðir bara að Ég vera, er öll í fíknefnum. já, að vera hérna svona fucked, Já. basically. Já. En hvað heldurðu þegar maður er cooking? Ég er cooking núna. Ég er kúki núna. Ég er að elda góða mat. Ekki bókstaflega, þetta er svona slangur. Þú ert mjög Er góð í þetta- enskum og ég skal rósa þér fyrir það. Þú veist hvað. Er þetta, hvað sagði hann aftur? Kúkin? Já, bara ef að ég myndi að segja, ég er svo cooking núna maður. Í hvað samhengi? Bara, ég er að skrifa brandara Já, og ég segi bara, ég er cooking núna. ég er á fleyferð. Já, það er bara, Já. það er eitthvað brjá, sko. I'm on fire. Já, nákvæmlega. Heyrðu, ég er bara kennst í úlingadeildina. Já. Ég er allavega með. Sko, svo er svona eitt sem að ég var eiginlega bara, sko, þetta er eiginlega uppáhaldslutur myndi þess að gera. Mm. Það er hurgle-durgle. Hurgle-durgle. Stefán er mjög mikið. Veistu hvað ég er að tala, Stefán? Ég er út að hjóla. Nei. Þú ert út að hjóla? Já. Hvenær hef ég elskað að vera út að Bara með hjóla? datt í hug að þú væri bara út að hjóla. Ha, Þannig að þú það er heldur, kannski nýjasta líkansrætti. en ég Hvað sagði þýða þetta er það? eiginlega það uppáhalds sem ég geri. Hurgle-durgle. Og þú sagðir, Daddy. Oh my god, mamma. Og býttu nú við. Hörkul, dörkul. Já, ok, þetta er, ég meina, þú veist að Daddy það er svo sem ekkert, það Að er ekkert, sofa. og mjög nálægt í, það er þegar þú vaknar og ert bara að hanga Taka í upp í lúr. rúmi. Já. Nei, þú ert vakandi, en þú ert bara að hanga upp í rúmi. Þú ert að hanga upp í rúmi. Hörkul, dörkul. Hurgle-durgle. Þetta er skost fyrirbæri, eða þú veist, þetta á rætur sínar að rekja þangað og hurgle-durgle er sem sagt að bara chilla upp í rúmi. Þú gerir þetta líka, að chilla upp í rúmi. Já, mér finnst það mjög gott. Ég gerir þetta stundum bara þegar ég kem heim úr vinnunni, Já. þeir kannski ekki endilega að leggja mig, en ég er bara hurgle-durgling. Hörkul, dörkul. Ég er nefnilega svo smámælt. Ég get ekki. Það er ekkert S í þessu. Nei, hörkul, dörkul. Mér finnst frekar bara jóla. S í þessu. Ég veit að Hurgle-durgle. Já, hörkul, dörkul. Þú voru að opna muninn. Hörkul, dörkul. Já. Ég bara meina það. Já. En þetta er svolítið gott hjá krökkunum. Þetta er ekki frá krökkunum, Nú. en hitt, já. En þú veist, þetta er bara orðið dulmál. Algjörlega. Algjörlega. Þeim finnst gaman að segja þetta fyrir framan mann og svo er maður eitthvað, þú veist, eins og við kunnum ekki að googla. Þú veist, Já, ekki ég. Nei, ok. Þú kannski, ég Ekki glemdi við hvernig ég var að tala. Nei. En hérna, þú veist, ég get náttúrulega bara að googla hvað þetta þýðir. Já, En hérna, þú veist, svo eru margar útskynningar á mörg af þessu. Mm. En þau passa sig þá að segja, í staðan fyrir að segja fucked, þá segja ég er svo cooked. Ekki það að mér sé ekki sama að þau blóti, sko. já. Ef yfirmenn mínir eru að hlusta á það, þá bara sorry, ég er ekki mjög hörð á þessu. En hérna, Nei, þú veist heldur ekkert hvað þetta þýðir. Núna ertu bara með
sér þetta í símanum. Já, nei, já, þú veist, en ef þau segja fuck, Já. þá er mér alveg samæla. Já, Ég er voða lítið að kippa mér upp við það. já, þetta er orðið svo algengt. Já, Mm. þú blótar alveg svo, Já, ég segi nú Sjóar í yfirleitt dag, ekki sko. fokk. nei, en ég man fyrsta Nei, ég sinn hef sem sagt það eitthvað tvisvar, held ég. fuck, Já, bullshit. er það? Það er ég búin að gleyma því. Bullshit, það er kjátt að Ég sagði oss, þetta er svo fucked up. já, það er það sama. Já, það er beiging. Nei, hvernig var þetta hjá pappaðinum alltaf? Hvað Nei, sagði hann alltaf? sko, þú varst að aðbæða þetta upp eftir honum, held ég. Já, þetta var svona sjómannamál. Hvað helst fokk er á Já, þér? alveg rétt, ég sagði það mjög oft. Já, Stellu. Þegar vorum að Já, bíða hún var eftir svo Stellu. oft, lengi ég og- býð eftir sér. Já, Já, hvað ég þórið helvitis það nú fokk. ekki mjög vel, sko. Við erum báðar eins, við erum mjög fljótar að gera okkur til. Já, Við látum ekki bíða eftir okkur. nei, og bara vöknum þegar við eigum að vakna. Nú sef ég yfir mig alla dag. Já, ég er kannski, Það er búin að- típist þegar maður er búin að segja eitthvað svona. ég er búin að breyta svolítið mikið með það, ég snúsa svolítið. Já, þetta er ekki eins og þú varst þegar þú bjóst með Nei, mér. ég var alveg Ég hef bara, aldrei að býða til þér, það get ég sagt ykkur. Mhm. Hún var þannig, ég býð miklu frekar eftir Óla heldur en hann eftir mér. já. Ekki það því hann er alveg vaknaður. Hann er svolítið í the hurgle-durgle. Já. Nefna ekki upp í rúmi, hann sérst fer fram í sófa og er Já. eitthvað hurgle-durgling hann það. Já, neða, aðeins að kíkja í síman. Já, Já. og á, þú veist, BBC og Já, CNN og maður má ekki missa Sky fréttunum, News ég og- skil það vel. já, Mm. einmitt, við erum búin að við erum búin að skipta eitthvað svona sjónvarstæmi þannig að við erum ekki lengur með CNN Nú, og BBC, já, þetta er komdu. alveg þannig að þegar við erum í bílnum þá er BBC World Service alltaf í gangi. Þetta er bara mikil skerðing fyrir sko mig að vera ekki jafn vel upplýst. Já, það er náttúrulega mikið meiri fréttir hjá Bretunum, heldur en. Já, algjörlega, algjörlega. Mm. Þetta En- eru bara fyrirsagnir á Íslandi. Með að við, finnst mér, með að við erlendis. Já. Já. Mm. Að ég skil nú alveg hans. Já, svona clickbait. Já, mér Já. finnst þetta meira og mér finnst það svolítið óþólandi. Já. Sammála. Af því að ef þú hefur verið að fjalla með eitthvað þá vill maður sko fá aðeins meira Já. en bara fyrirsögn. Mm. Ég er sammála. En segðu mér eitt. Já. Þú varst að segja, by the way, þá rétt, þegar við byrjum að taka upp, þá rétt mistu þeir sem eru að horfa, mistu af Snúllu. Hún var hérna, svo kom Óli bara að ná í hana. Já, Uh, hún að vera til friðis í allan hún dag. er búin að vera til fyrir sér allan dag, nei, hún gerði eitthvað smá af sér. Já, það var já. ástæða fyrir því. En mér þú varst að, hún sem sagði, ok, ég ætla ekki að segja þetta, mamma, segðu hvað hún gerði. Nei, ég ætla ekki að fara að segja Jó, frá því. við erum búin að opna þetta við megum, þetta Hún er er bara vinkona mín, ég fyrir ekki að kjafta frá henni. Hættu nú. Snúlla. Býttu bara hangli í næsta þætti. Það skal ég kannski segja það. Hvað Snúlla gerði af Já. sér meðan hún var, sem sagt, fyrir ykkur sem vitið það ekki þá er ég og Óli að vinna bæði upp í Breiðholti. Ég er að vinna í fallskóla og hann í fjölbyltaskóla með Breiðholti og mamma passa Snúllu alla daga. Merkildi, þú ekki að fara á námskeið til þess að geta orðið dagmamma. Nema það, maður getur alveg verið fáið þó maður er í dýr, sko. Já, það. Mhm. Já. Það er annað með börn. Ég veit það nú ekki. Já, þú veist, ég er bara með Þetta er nú að það allavega- fá allir. En þú, einhvern veginn ræði við hana, en þú varst sem sagt, í dag þegar hún kom og þú komst inn, það varst ekki nú fljót að gefa hana að borða þannig að Hún refsaði mér. já, með því Já, að, ég ætla að segja þetta í næsta þetta. það er ekki hægt, hún skeit á gólfið. Já, þannig að það er bara fræðilega leðilegt, mammin, en þú Nei, elskar hann nei. svo mikið. Já, já. Hún er mjög svona, Ég hreinsaði upp á málið og dött. já, gott, ég gott að það sé Og ekki hérna og- ennþá. Og skúraði og ríksugaði og allt. Já, voru marga milsnur eftir þetta? Nei, ég bara öryggisástöðum. Já, ég skilji.
En ok, svo þannig að Snúlla farin núna og nú erum við Já. bara, við þrjú, ég, þú og Stefán. Þú varst að segja mér frá einhverju geggju dæmi sem þú varst að fá þér á það. Já, ég var nú ekkert lítið glöð þegar ég sá það. Já. Segðu Ég fékk mér sem sagt, sá þarna vítamín. Mm. Ég hugsaði að það myndi kannski gera mjög gott og þér líka og örugglega Stefán líka og Já. öllum hinum. Ég segi þess að keypti mér Turmanic, ég get ekki bólið þetta, Turmanic, Hilki. Ég ætla að Ég býða veit þangað. þetta er vitlaust hjá Ég mér. ætla að býða þangað til að þú kemur með það rétt. Þetta er svo skemmtilegt. Er það, já, svo keypti ég mér hérna Engifer og C-vitamin. Þetta er allt rosalega gott við bólgum í liðum og meira þess að víst við meltingunni Mm. og öllu mögulegu. Já. Ég held þetta sé grennandi líka. Ó, guð. Þannig að ég bara segi ekki Hvað heitir meira. aðal efnið sem er í þessu? Eða þú veist, Turmeric. Þetta kom upp með. þetta er rétt hjá þér. Vel gert. Já, ég vil bara klappa fyrir Turmeric. mér líka. Ó, vá. Ég get Já. aldrei sagt þetta rétt. Þetta er eitthvað mjög erfitt. Þetta er alveg erfitt orð. Ég skal við ekki. En ég held þetta sé sko ég hafði ekki séð þetta í svona töfluformi. Þetta er í Ég var dufti. stundum að drekka þetta, svona setja þetta út í vatn, en svo sá ég þessu töflur. Ég veit ekki, ég las bara að þetta er svona bólguðandi. Já. Næs. Og mér finnst þetta, ég hef verið að drekka svona skot með þessu Vodka? báðum. Já, vodka aðeins svona. Nei, ég drekk ekki. Nei, ég veit. Hvað heitir það? Og sko, Engiferskot. ég finn alveg hvað það gerir manni gott. Já. Þó þetta sé bara heilin haldið það, þá þetta er snuðt. Þannig að ég var Ég- rosa happy. Já. Bara, vondi verið fyrir að hlaupa næst í þessi ykkur. Já. Nákvæmlega. Ha. En þannig að þú ert á, Eða valhoppa þér fannst, götur og torg. já, þér fannst þú gaman að valhoppa Já, sem barn. ég elska það. Já. Það er svo skemmtilegt. Já. Það- Ég get það ekki ég í dag nefn í sundi. Já, veistu það, ég get það ekki heldur Nei. eftir að ég 3 ökla brotnaði þarna. Nei, ég trúi því. get Ég hef nú ekki ekki valhoppað. brotnað en ég get það bara ekki. Já. En hérna, eitt sem ég langaði líka að spyrja þig að, Já. hvort þú vissir, því ég var að komast að, þetta er annað sem ég var að komast að Mm. daginn. Veistu af hverju hundar, Já. að við vorum að tala um Snúllu, Já. af hverju þegar maður fer út með það að labba, Já. þeir eru alltaf að þefa svona mikið? Nei, það er að vita hver hafi verið þarna áður. Einmitt. Hefur komið. En þú veist, þetta er vist nöðsynlegt fyrir þau. Já, sko að býta gras, þau róast. Já, en ekki að býta bara að þefa. Þegar... Nei, ég veit ekki út af hverju það er, veist þú það? Já, ég er nefnilega að googla þetta því mér er svo pirrandi að fara út að labba með Mm. Snúllu og hún er bara ógeðslega mikið að þefa. Já, já. Endalaust. Já. Og er stundum bara, maður er eitthvað svona, jæja, komdu nú, þú ert greinilega ekki að fara að pissa hér eða eitthvað. Þá er þetta vist bara eins og að lesa fréttir eða fara á Facebook fyrir þau. Já. Og maður má alls ekki stöðva þetta því þetta er við svo æðislegt og nöðsilegt. Já. Þau eru bara, já, hann hérna Snati var hér greinilega. Já. En það kemur henni ekkert áfram. Ha? Ef hún ætlar að þefa, það getur ekki hreyft hana. Nei, Þó hún sé svona lítil. ég veit það. Hún verður svakalega sterk. Já, en þetta er sem sagt bara eitthvað svona sem er bara nöðsilegt fyrir hunda Mm. að gera. Já. Veit ekki hvort að það sé eins með ketti, en Nei, þeir fara nú bara, er það ekki... já, Við vorum með Lísu í ól fyrst, sko, Já. af því að við ætlaðum að hafa hana sem innukött. Já. Og þú veist, hún þefar mjög mikið líka og kettir þefar Já. mjög mikið og þú veist, hún er hefur verið, þú veist, 1,5-2 kíló á þessum tíma, en ef Já. hún vildi stoppa og þefa einhverju, þá var ekki sjens í helvíti að fá hana af Einmitt. stað, Já. sko, bara þú veist, þetta 1 kíló varð 100. já, einmitt. Þetta er rosalegt, sko. Já, þetta er merk. Þetta er eins og það er rigning þá er Snúlla bara, hún er svona 100 kíló, sko. Já. Hún bara þólar hann ekki. Nei, henni er mjög meinilega við það.
en verða náttúrulega svo blautgrein, sko, þetta er, já, hún er líka bara dramadrottning, þú veist, Já. tegundin hennar, kavalýr hundur. Það er, sko, einu vinkona mín, hún Dóra, hún fyrirlítur stólinn og bara hattar hana. Hún er alltaf eitthvað, hvenær er hún komin á aldur? Já. Og ég er alltaf eitthvað, þetta er svo sick að segja þetta. Já. En hérna, þú veist, ég er ekki búin að cancela henni sem vinkonu ennþá. nei, En hérna, en fólk heyrðu, spyr bara, talandi Dóru, þá er, þú veist, ég er að fara að halda upp á afmæli mitt. já, Ég var 30 í COVID. já, ég man eftir því, Það mátti bara 10 manns fara saman. Já. Og ég átti geggjaða stund með þér og Óla og Stellu og Ara og Sigaballa og bara bestu vinkonum mínum. Stella alltaf eitthvað þvílíka veislu. En ég náttúrulega elska að halda partí og ætla að halda upp á afmæli mitt. Og þemað er að koma sem uppáhalds söngdífa þín. Já. Ert þú búin að ákveða hver þú ætlar að vera? sko, ég er náttúrulega að elska bara held ég flesta tónlistamenn Já. og konur og menn, þannig að ég var alltaf erfitt með að Á- gera þetta, Á ég að uppljóstra hver ég ætla að vera? sko, Eða ég Stefán, get ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að vera? annarkvæmt Ert þú going? ABBA, Ég er going, ég á mjög erfitt með þemi og búninga, þannig að ég er að draga þetta eins og ég get að taka ákvörðun. Ok, en sko eins og ég sagði þá, þú veist, ef þú bara, ef fólk er ekki all in, flesti vinnir minnir eru svona all in í þessu. Það er einmitt svolítið erfitt að vera maður skemmtikraftur sem að finnst svona allt sem að þykir skemmtilegt, leiðinlegt. Já. sko, ég geti bara af því ég er með svolítið einhaman fatasmekk, geti bara mér vantar bara hárkolluna að Já. vera eins og Agneta, Já, í ABBA. já, En þarftu ekki að fá ykkur með þér í, þær voru alveg í ég eitthvað bara fæ önnur frænku til þess að Já, þykir, vera flýtu, já. en við syngjum ekkert, sko. Það þarf ekki, ég ætla að syngja mjög mikið. Því, Stefán getur bara verið hérna Björn eða, hann þarf ekkert að breyta sig, bara vera eins og hann er, og það vantar einn kall í viðbót, ok, Óli, hann getur verið hinn, algjörlega. já, Herðu, við ætlum að taka smá hlé, svo ætlum ég að segja ykkur hvað ég ætla að vera í afmæli. ó, Herðu, já, eins og ég var að segja, þá erum við að ræða hérna búninga. Ég ætla að vera Dolly Parton. það er ekkert annað. Já, og ég keypti mér sko hárkollu á netinu. Hvar farðu, já, þú kaupir á netinu. Já, og hún kostaði ógeðslega mikið. Já, og hún er svo mikið hárna. Já, en ég þarf líka, sko ég er, þú veist, ég er ekkert með lítil brjóst, en sko hún er náttúrulega tiny, Já. svo er hún með humongous hérna brjóst, þannig ég þarf eiginlega að spurja dragdrottningar svona sem ég þekki hvar maður fær svona Setur bara gerfi. blöðrur þarna á brjósti. Já, ok, já, það getur reyndar. En það er náttúrulega verra ef einhver stingur í það. Ég verð bara með vara. Ég vona það sé enginn að fara að stinga neitt að það í afmælinu mínu. Nei, þú ert, já, ég segi það ekki. En hérna, jú, blöður getur virkað, en þú veist, ég held að það eru dragdrottningar sem eins og fake news, sem er einn geggjuð dragdrottning, hún er með alveg svona rosalegt dæmi Já. á svona brjóst, þannig ég spyr kannski einhverja dragdrottningar hvar maður fær svona, en ég elska Dolly Já. Parton, það voru sögursæðnir daginn að hann var í dáin, Já. svo var hún bara eitthvað, já, think I'm dead, og hvað. Ég er hægt að, sko, þegar það kemur svona frægt að þessi eða hinn sé dánir, ég er bara hægt að trúa þessu. Já, Óli sagði við mig eitthvað, allar að vera hún, þú getur það ekki, því að hún er nú bara fyrir dauðan styr og ég kaupi það ekki fyrir en það kemur. Nei, hún var reynda veik, sko. Nei, maðurinn hennar var Já, veikur. maðurinn hennar var veikur. Já. En var hún ekki veik og eftir? Eitthvað? Nei, ég allavega Nei, af því að svo kom einhver frétt að hún væri bara, ok. bara, já, það var bara eitthvað Já. kæft það. Ég bara þólið ekki. Maður getur ekki treyst neinu. Nei. En
Nú langar maður að spyrja þig að Já. því Ég hlakka bara til. En ég veit ekki hvort ég fyrir að setja á mig hárkollu. Hún var með stutt hár einu sinni. ég þú veist þetta var að vera mjög obvious held ég. Já, augskugginn leynir sér ekki. Já. Já, svoleiðis. Já, þannig að þú ætlar að vera eitthvað í ABBA. Nei, ég veit það ekki, ég er ekki búin Nei. að ákveða. Þú veist Ég þetta á svo marga uppáhalds, Já, íslenska sem útlenda. já, Erfitt ef að þú gera. verður að fara eitthvað íslenskur, hver myndir þú vilja fara sem? Ég held að Ragga Gísla, mér finnst hún Já. mjög flott. Já. En það er bara hárið. Ég er bara að ég er kaupa á ekki sér svart. hárkollu. En Nei, ég veit það ekki, sko. Mér finnst líka hárið og hún vera, já, ég veit ekki hver að, þú hefur alveg rúman mánuð til þess að hugsa, sko. já. En Má ég vera kall? Eller getur verið. Já. Nei, ég get það ekki. Þú veist, hún getur verið Eyþóringi, þú ert svo hrifin á honum. Já, ég er ekki með hár. Þú ert svona með, Eða sko, ég þú veist, við setjum bara eitthvað svona Já. hárlengingar í þig. En ein spurning Já. sem að ég fékk senda Já. var hvað, þetta er fárlega erfitt að því, já, hvað eiga mæðgur að gera þegar það eru ósáttar? Þetta er svolítið svona, Ég myndi nú segja, sko, að best væri að reyna að ræða málin. við höfum aldrei lent í þessu. Nei. Við máum alltaf geta, ef við rifist, Já, ekki já. rifist, hvað sem maður, rökrætt. Já, Báðar þóst vita hvað rétt væri. já. En sem bara eðlilegt, en ég hef aldrei lent í ykkur rifrildi, Nei, sko. ég held, En ég held bara með allt, sko, að það er rosalega erfitt þegar maður er ósáttur að geta ekki rætt við þann aðila sem maður er ósáttur við. Því að svo bara, ef maður getur ekki talað saman, þá bara festist þetta í manni og maður getur ekki talað við hinn aðila. einmitt. Og mér finnst það vonlaust. Ég vil ræða málin og þess vegna held ég að fólk eigi að gera það. Já. Ég held að maður hafi rétt fyrir sig þar. Já, það er, En auðvitað finnst einhverjum að úti að þetta bölvi vilsa, sko. auðvitað eru einhverjir sem eru bara í þannig sambandi við eitthvað foreldri sem að það er ekki hægt að ræða. Þetta er bara eins eða og við barnið hjónaband. sitt. Þetta Já, er bara eins og einmitt. hjónaband. Já. Ef maður getur ekki talað við manni sinn, það er mjög slæmt. Já. Þess vegna ég myndi taka á því bara svoleiðis. Ég Já. hef bara reynslu af því, þannig að það er betra að, Heyrðu, eins og krakkarnir segja spill the tea. nei, ég meina það sem ég sko, þetta er bara í öllum samböndum Já. að maður verður að geta rætt máli. Já. Stundum koma upp óþægilegi hlutir og maður þarf að tala um það. Já. Ég Heldur að byrja þetta allt inni og svo bara springur þetta Já, allt í einu og akkurat. maður eiginlega skilur ekkert út af hverju maður sprakk. Líka alltaf þegar maður byrgir eitthvað svona inni lengi, við erum nú við erum ekki sálfræðingar. Nei, nei. Þó ég hafi nú farið til margra sálfræðinga. Já, já. En þá held ég sko, ég held ekkert, ég held að allir viti þetta, en því lengur sem maður býður með eitthvað, Já. því stærra verður það og svo springur það Já. og þá kannski of seint þess að bjarga því eða, þú veist, það er svona, auðvitað er maður einhvern veginn alltaf tengdur eins og ef mæðgur er Já. eitthvað svona óuppgert, Já. þá er erfitt að, þú veist, aldrei ræða saman aftur. Já. En svo er líka annað að þú það byrju hvað ætlaði að segja, það er sko þó að ég sé mamma þín,
þá hef ég ekkert alltaf rétt fyrir mér. Nei, ég veit svo Og mikið það af finnst mér oft svolítið erfitt Já, að ég veit bara svo mörg svona sambönd sem eru þannig að báðir gefa sig ekki að þeir hafa báðir rétt fyrir sér. já, Það svolítið erfitt, sko. við höfum, sko, þegar við erum kannski að rökræða, þá er stundum sagt svona, heyrðu, tölum saman aftur. Já, þú setur mig nú oft í stopp og hringir svo þegar þú ert búin að hugsa þetta Já, í mig aftur. og þá bara Og það er bara allt í lagi, sko. stundum þarf maður bara pásu Já, til já. að hugsa. Já, Þú veist, að því við eigum svo svakalega gott samband. já, Svo ég monti mér nú meira á því. Nei, en þú veist, þá er svo gott að geta sagt bara eitthvað svona, þú veist, ég vil einhvern veginn alltaf hafa allt á borðinu já, með þér. já. Þannig að, já, þetta var góð spurning. Já. Mér finnst líka, sko, okkur að fara að eyðileggja það með einhverju, Sem skiptir einhver máli. já, að vera að hanga á einhverju sem skiptir Mhm. ekki máli. Nákvæmlega. Þegar upp er staðið, þá er nú yfirleitt þannig að það var óþarf að vera með hennar vesen. Algjörlega. Mm. En hvað finnst þér best að gera til þess að slappa af? Til að slappa af. Mér finnst, ég get ekki sagt einn hlut. Það má bara vera einn hlutur. Nei, bara go for it. Sko, það sem mér finnst best, það er eitt af því besta. Leggjast upp í rúm Mhm. og hlusta á tónlist. Og mér er faktist alveg sama hvað tónlist. Já. Bara tónlist, og ég slaka á, hvað segir ég? Slappa af. Slappa af bara við alla tónlist. Meira að segja þungarokk. Það bara skiptir ekki máli. Bara heyra þetta svona að sé tónlist Já. og þá líður mér æðislega vel. Já. Og ég næ fullkomni slökun. Og svo finnst mér mjög gott að fara í göngutúr. En er það ekki, þú veist, það er, Þó ég sé erfiða. Já, það er samt svona krefjandi. Nei. Ekki krefjandi, en það er, Ég er með göngustafi já, og sem að Kristina bakaði þér já, og Gilli. þau gáðu með því ég var 60. Og mér finnst æðislegt, sko, að labba hérna í hverfinu og það er svona góði staðir og þá svo stoppa ég á mér svona spotta hér og þar sem að mér finnst gott að vera í og þar næ ég alveg rosalegri andlegri slökun. Já. Og svo finnst mér gott að staldra við og taka þessar öndunaræfingar sem ég voru kenda og ég, sko, fyrst bara hugsa þvílík vitleysa, sko. En í dag finnst mér þetta bara nauðsynlegt, Ég sko. byrjaði strax að ofanda þegar þú sagðir anda. Já. Ég er svo Ég ég er alltaf svo meðvituð andadráttin minn að ég er alltaf bara, Já, ég kunni ekki að anda, ég veit ekki hvernig ég lifði af. manstu, ég kendi þér anda. Já, þú kenndi mér að anda. Að því þú andaðir alltaf bara án í bringu. Já, Svo fór ég náttúrulega í leiklistarnám og lærði að anda Já. alveg en lengst þetta ofan í maga. hjálpaði mér. Já, Já, en þú veist, maður dettur stundum í þetta að anda bara niður í bringu, sko. Þegar maður er kvíðinn Já. eða eitthvað svona. en ég er orðin svolítið svona fyrir þessa núvitund. Já, mér finnst það tómvills. Já, mér fannst það fyrst, en mér finnst þetta æðislegt bara, ég er nú farið á nokkur Ég veit námskeið. það. Mér finnst það bara geggja. Þetta er svo frábært En það er bara, þetta hjálpa mér, þetta hjálpa kannski ekki þér. Nei, einmitt. Maður verður svolítið að spila bara inn á, það er breytilegt, ég er ekki að gera þetta allt í einu. Nei, Þetta nákvæmlega. finnst, og sund, alveg guð hvað ég elska sund. Já, sund er Ég veit það. geggjað. Já, Mhm. ég hef alltaf verið mikið sundmannski. Já, Já. ég er sammála. Ég elska Og sund. það er sko eina sem pirrar mig, sko, að ég er í sundlaug sem er ekki nógu góð verðir, sem passa, maður sé ekki með bara krakka hoppandi liggur við á sér, sem eiga, sko, eiga ekki að vera, skiljiði, í djúpulauginni.
Já, þú ert að menna Þau eru ekki að synda, þau eru bara að hafa gaman Já, og ég bara skil eftir skóla. krakkana. En þetta er svolítið taugastrekkjandi, finnst Já. mér. Það er eina sem ég finnst óþægilegt. Mér finnst, ég veit ekki. Ég vil að þeir passi upp á að þau sé ekki að slasa sig. Já. Skilur mig. Þú veist, Ég ég er ekki að nöldra bara, þú veist, að því að ég vil vera í friði. Nei. Það er bara, maður er bara smeykur stundum með þau. Mér finnst vera minna börn í allan á þeim tíma sem ég fer í sundhöllinni. Já, það. Já. Já, ég þetta kannski að fara. Já, 18 Eða sko- gengur á milli, sko. Já, það vantar barnalög þarna þar sem ég er. Já, þannig að þau eru að leika sér. Já. Já, ég En- skil þetta, en það eru bara hættur fyrir krakkana. Já. Sko. Þau getur bara slasa sig að þau lenda á manni. Já. Já. En nú ert þú orðin mjög æst að tala um Já, þetta. ég verð bara... Þannig að nú vil ég fá að heyra meira svona, þú sagðir ekki eitt sem að lætið slaka á. Það var þarna að hlusta á útvarpið og leggja í brúmi, Já, fara í sund, Mm. fara út að labba, og fara í nudd. fara í nudd, Já. já. Það elska ég. Mhm. Mér finnst það æðislegt. Og já, eins og fara í gufur og svona. Mér finnst það svolítið taugadrækjandi því, Já. En sko, það er ef þú fyrir að þekkja staðinn. svo hrættum að, þú veist, hurðin festist. Tekir við það? Já. Þess vegna er gott að fara í svona almennings. Því ég er hrætt það í almennings. Já, ok. Bara, þú veist, Ég er ég ekkert treyst ekki þessum takka sem er að inni og Já. ég, En ef einhver er með þér? ég sko, ein vinkona mín, Anna Freka, hún er alveg fín í að koma mér Mm. inn í guðundar. Þú veist að því þetta er mjög gott, en Já. ég er bara svo, þú veist, hjarta á manni er einhvern veginn, hjartslátturinn er komin í heilan og eitthvað svona, þannig að þú veist, já, ég er bara skítrætt að festast þann inni, sko. Já. En nú má þú spyrja mig. Heyrðu, þú ætlar að fara í einhverja framkvæmdir? Nei, ekki það. Nú. Hvað ég gerir til þess að slappa. Já, hvernig slappa þú af fyrir gefðu vinkona? Ha, Ekkert mál. Hérna, nú klikkaði ég aldrei það lið. var mjög, ég byrjumst velvinningar á þessu. Svo klúðri. Nei, hérna, ég er rosa mikið svona, ég horfi á þætti sem ég er búin að horfa á margoft. Já. Slappar af við það? Já. Já. Já, þú veist, Já, ef þetta er ekki þættir sem að, þetta er rétt hjá þér. Ég fatt það ekki alveg. Já. hvað? Nei, ég bara aðeins rugglaðist í rýminu. Ég er ekki að erfa ég held að við þurfum ekki að ræða þetta frekar. Nei, ég held að ég slappi, já, ég seti ákveða þætti sem ég er búin að sjá milljón sinnum. En til að elska Frasers Já. sem er mjög miðaldra á Já. mér. Já, eða Office og eitthvað svona. Já. Og svo horfi ég til dæmis á eitthvað aftur sem ég og ætla að horfa á það með einbyttingu. Já. Og þá er ég ekki að gera þess að svona endilega slappa Já. af, en ég er rosalega mikið TV sjúk, sko. Já. Ég er þannig reynda líka orðin. Já. En svo líka finnst mér bara þetta hurgle-durgle sem við vorum að tala um, það er alveg klárlega hérna eitthvað sem mér finnst sjúklega næs að gera, Já. slappa af. Já. Þú veist, ég man ekki eftir neinn svona, ég held að það sé bara sjónvarp sem að lætur mig slappa Já. af. Mér finnst þetta æðislega gott að lesa. Finnst þér ekki gott að lesa? Ég er aðeins byrjuð að lesa Já. og jú, það er mjög afslappandi. En En- ég til dæmis hámles alltaf. Ég get ekki, Já, ég þú byrja getur ekki hægt. bók, það bara get ég ekki hægt. Já, Já. ég er hámhorfari. Mm. Og kannski einn daginn mun ég vera að lesa. Já. En Ef það líka sko rífuðu ekki upp í staðan fyrir niður. Eins og það er alltaf að segja að þetta ljós er svo skaðlegt fyrir mann þarna sem er í tölvunni. Er ekki fjólublátt eða eitthvað? hvað ertu að tala? Nei, upp á að slappa af.
Já, menn tölvuljós. Já, Já, ég held að var nú svona lestraljós. Svona lesljós sem fólk er nei, með. nei, ég er nú oft bara með lampan Já. ég sofna alveg við það, sko. En hvað heldurðu að spill the tea þýði? Spilli teðinu. Þetta er ekki ensku próf. Hvað þið... Spilli te. Spill the Já, tea. ég veit hvað það er. Ég held að. Segðu frá fréttunum. Já, eiginlega. Já. Já, jú, ég ætla bara að segja Komdu jú. með það bara. Ég er bara, hvernig með, þú veist, slúðrið. Já, Slúðrið. já. Ég get alveg verið úlingur, ég sé það. Já. En spill the tea kemur ekki frá úlingum. Þetta Nú. er svona, held að dragdrottningar Ó. segja þetta. Þetta er svona RuPaul's Drag Race. Og maður segir líka, the tea is teaing. Þá er það svona slúðrið er að gefa. Já, Mhm. fæl og fótið. Já, þú byrjar á að sparki með og ætlar að enda þig líka. Nei. Þetta er bara fínt. Já. Ég þarf að skipta alltaf um lappir. Eða ekki, ég meint það ekki Ertu mikið að fara í fóta skipti? Nei, ég hef ekki gert það Ekki ennþá. Ég bara fatta Ef ekki hvað ég sagði. Ef einhver þarf á því að halda þá veist að þú ert búin að vera svona svolítið slöpp í fótunum. Mjög skemmtilega fyrir mig. Já. Heyrðu, það er gaman að vera hérna með þér aftur. Ég sömuleiðis. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Og Ekkert Bíddu. nöldur. ekkert nöldur, býttu, það er eitt sem ég með eftir að segja. Já. Stefán er með uppstand. Já, 2007. Nei. Nei, Það er búið að breyta ekki því. bara Stefán, ef þú segir Það okkur er í Tjarnarbíó og það er næstu helgi. Þessa helgi sem er að koma. Nei. Nei, sem sagt eftir viku. Já, eftir viku. Þannig að það er þá Er það ekki- 17., 18. og 19. Já. Og það er uppselt 19. eða ekki? Jú, það er uppselt 19. Og það er næstuði uppselt 17. Það eru svona 20 meðalausir 18. Ok, geggjað. Og þetta Æðislegt. heitir Brandarar ketti og einn fyrir ketti. nákvæmlega. Já, Þetta við mælum svo sannarlega með. Við Já. ætlum að fara. við ætlum að fara. Og erum við nú ekki hrifnar af köttum? Ég er viss um það ef að kæma því að ég er beðin um að passa kött. Að ég myndi ekki reyna það. Myndirðu passa Lísu og hans Stefán? Já, ég held það. Og Já. ég þarf að kynna þig fyrir Lísu. Já, við ég þarf tækifæri. ég er þannig, ég þarf að venjast. Lísa er líka rosalega mikill hundur í sér, sko. Hún er svona gæf eins og hundur og Já. miklu frekar eldur en köttur. Já, Einmitt í morgun þegar við vorum að labba út, svo ég taki nú yfir podcastið ykkar. Já, ég Þegar við vorum að labba út, þá var Lísa eldur okkur alltaf, sko. Já. Stendur síðan fyrir framan bílinn til þess að hann komið vekk fyrir við förum Já. á morgnana. já. En hún stoppaði til þess að fá klapp frá tveimur konum á Æ. leiðinni að bílnum Já. og spretti svo Já. þannig á okkur. Þetta er alveg Það er dásalegt. klárlega snúlla líka, sko. Já, og það gæf eins og sagt. En það er sem svo gaman með dýraeigundur. Allavega, þú veist, ég þekki eiginlega ekkert fólk sem á eitthvað annað en kött og hund. En þú veist, við erum ekkert búin að persónu gera þau svo mikið. Þú veist, Snúlla er svo mikið dífa og Lísa er svo mikið svo, þú veist, það verður svona pínu eins og persónuleiki að tala alltaf um dýrin sín. Já, En ég Ég meina fagna fólk, því bara, ég sko. líka, ég meina fólk sem á börn til dæmis er alltaf að tala um börnin sín. já. En Ég við meina, gátum megum nú við ekki ekki líka? átt fisk, mástu því. Þið framdu allir sjálfsmör. Marg reyndi og Já. alltaf dó fiskurinn. Þeir frömdu allir sjálfsmorð, gullfiskarnir sem Já. að, Þú varst hörð í því þú ætlar að vera fiskieigandi já, og þeir dóu allir. Já. Hann var alltaf búinn að drepa sig. þeir vildu ekki búa þarna Nei, í Aspahöllu 4. þeir hafa verið mjög næmir. Á hreinu. Ég man bara hvað eitt hét, þannig að ég Já, vil já. bara enda á því að segja Það var mikið Rest in tilfinning. peace, Apu. Var ég það? Það kom alltaf nýr að pú Já.
en þeir endust ekki. Æ. Herðu, takk fyrir okkur. Já, Love you baby. takk fyrir.